Já, þá erum við komið Viggo, landsliðsbakara, og hann ætlar að sýna okkur svona skemmtilegt skraut. En fyrst ætlum við að skella okkur aðeins yfir til Frakklands og sýna svona hvernig við vorum að læra daginn. Hann var kennarinn okkar í Valhöfðarskólanum í Hermitage. Hann að gera súkkulaðiskraut. Við ætlum að gera svona auðveldari leið fyrir ykkur. En sjáðu þið svona, þetta er svona frábært hvernig menn meðhöndla súkkulaði. Það er gert með virðingu og nota fyrsta flokks hráefni. Og þegar maður er með súkkulaði, þá verður maður að passa rétt hitastig á súkkulaðinu og það er til þess að harðni við stofuhita. Og þetta er það sem Viggo ætlar að sýna okkur, svo ef við ekki henda okkur bara heim og kíkja á hvað Viggo er að gera. Já, við erum hérna með bragðuð súkkulaði og svo erum við með hakkað súkkulaði sem við ætlum að tempra súkkulaði. Sjáðu, við erum að tala með súkkulaði eins og við sjáum þaðan, þá setja þeir sko 1/3 óbragðuðu súkkulaði til að súkkulaði harðni við stofuhita, er það ekki rétt? Já. Þetta er temprað súkkulaði hérna, sem er með rétta gljáa og fitukristallinir í lagi. Við erum bara búin að bræða þetta í örbylgjuofni eða vatnsbaði og í svona 50 gráður svona cirka, eins og vel heita pott. Já, það er best að nota örbylgjuofnin út af því að það vill oft koma vatn í súkkulaði þegar maður er í vatnsbaði. Og ef það kemur vatn í súkkulaði þá ertu eiginlega búin að skemma smá fyrir þér. Það sem við ætlum að gera svona einfalt skraut sem hann ætlar að sprauta í kakó og sykur og svo ætlum við að gera svona litla súkkulaði körfur til að framreiða súkkulaðimús eða ávexti með jarðarberjum eða hverju sem er sko. Þú gerir bara svona lítið kramarhús eða bara einnota sprautupóka að loka fyrir. Klippa. Passa þetta litla detta ekki í súkkulaði. Já. Við höfum bara að byrja að sprauta smá á kakói. Þú sprautar bara svona óreglulega. Óreglulega á kakói. Svo listrænt innsæi hvers getur bara fengið að nota sín. Það sem gerist þegar þessu að þegar súkkulaði harðnar þá festist kakóið alveg í. Þannig að það er svona öðruvísi áferð. Og líka út af því að þetta er svona óreglulegt, þá kemur líka svona misjafnt að þessu út. Það kemur hæðamismunur í þetta. Þetta getur ekki verið einfaldara. Það er svolítið sniðugt, skilur, fólk heldur alltaf að vinna með svona gæða súkkulaði og gæða vörur. Sé erfiðar en stundum þarf maður bara að leita sér eftir þekkingu og horfa á þessu skemmtilegu vídeó með Viggo. Og þá er maður bara að gera fyrsta flokks skraut á jólunum til dæmis. Og þetta leyfum við bara helst að vera við í svona köldu, svona 16-17 gráður kannski. Við hefum þess aðeins að storkna hérna á borðinu og svo er alltaf að setja kannski inn í ískápi bara svona 3-4 mínútur til þess að aðeins að taka sig. Það er nefnilega þannig sko að þú kannski með stórt matarboð og þú átt kannski ekki alveg eins desertskálvar í alla. Það er bara gaman að brjóta þetta upp, nota bara nokkra tegundir af glösum og... Þetta er, eins og maður segir, eins einfalt að hægt er að gera. Það er bara að filma utan úr glas eða skál og svo bara pensla vel með súkkulaði. Það verður í rauninni þá skálinn. Það gerir svo, tökum við glasi úr og filma verður eftir á. Og það er alltaf nefn að filma sér smá óreglulega á, þannig að þetta verður svona svolítið svona... Það verður svona svolítið svona... Svona rustic. Já. Þetta lítur hans vel út. Þessi hérna skála verður kannski svona skemmtileg bara fyrir ávexti og... Bara alveg eins og eftir hvað hentugleika maður hefur fyrir. Það er hægt að nota alla stærðir. Það er hægt að hafa 2 litra súkkulaði, ef maður vill. En undirstaðan er að gera þetta eins og Viggo gerði. Það þarf að bræða súkkulaði í svona sirka 55 gráður og kæla það niður í 31 gráður með 1/3 súkkulaðinu. Þetta gott súkkulaði er ekki með svona auka hjálpaefni til að þetta bindist. Þess vegna þarf maður að meðhöndla þetta rétt. En núna ertu búin að gera nokkra tegundir, svo þú ætlar að hvað? Setjum þetta aðeins inn í ískáp? Setjum þetta aðeins inn í ískáp. Og þá náttúrulega herpist súkkulaðins betur saman og þá er öruggt að detta, það ekki? Já, núna erum við komið súkkulaðimús og við ætlum að skreyta súkkulaðiskrauti sem Viggo er að gera. Og þú sagði líka að það væri mjög sniðugt að ef að fólk er vandræðan kannski með glerglös og tímir ekki að nota fínu glerglösin sín, að nota bara pappaglös og það er auðvelt að brjóta þau og ennþá auðveldar að ná því úr. En þótt að við vorum með glerglös, þá er þetta að nota pappaglös líka. En svo er plastilum bara tekin úr. Svo bara fyllur skilina með súkkulaðimúsinni.
Svo erum við búin að fylla músuna. Svo bara síðasta. Það er vel að setja upp á disk. Súkkulaðiskrauti. Það sést svona smá sykur á. Og það verður svona brýtur þetta aðeins við. Já, svo er þetta náttúrulega, eins og þú segir, setja hindber og jafnvel ís eða eitthvað með þessu vika, ekki? Jú. Frábært súkkulaðiskraut að hætti Viggó landsliðsbakara með hindberjum og súkkulaðimús eða jafnvel bara ferskum ávöxtum, hvað sem fólk vill. Herru, við þökkum Viggó fyrir komuna og segjum bara klárt.